Það víða að finna faldar perlur. Hér ég komin í Birkigerði í Hofshreppnum gamla í Skagafirði og hér ræður ríkjum Þórður Eyjólfsson. Þetta sérstakur garður sem þú ert með hér hjá þér. Já, ég veit ekki hvað sérstakur, þetta svona sitt okkur tægi, má segja. Og það að gera að hafa þetta nógu fjölbreytt svo maður sé ekki alltaf að glápa á sömu tréin. Það hérna nóg, hérna Álfabyggðin og þá getum við horft á hana ef maður leiður á hinu og svo kirkjustaður hérna fyrir ofan og þá getum maður dalið við að horfa á það og það svo margt og hér suður eftir öllu og þannig að það En þetta eiginlega reitur ykkar hjónanna, kona þín sálega sem að kvaddi í vetur. Þið voruð að byggja þetta allt saman upp saman, var það ekki? Jú, og þetta 25 ára gamalt. Þá komum við að sunnan og áramótin 1990, rétt áramótin. En vorið kom bústaðurinn og hún láta smíða hann fyrir sunnan og síðan var bara að byrja hér á fullu. Svo þetta svona rétt 25 ára gamalt og hér hefur þrifist allt saman mjög vel. Já, bæði álfar og huldufólk og steinar. Já, og svo hef ég hérna mjög dularfullan Sæmund og Selnum og þeir eftir að sjá hann og þá hjálpa þeir mér bara ef það gengur illa. En hvar þykir þér nú best að setjast niður og spjalla? Hvert viltu leiða mig? Já, hérna inn í þessu lundi, það mjög friðsælt og við fórum þangað og kvöldin þegar við þurftum að ráða hvað við ætlum að gera. Það var nú aldrei meiningin að fara lengur en hingað, en svo gekk þetta allt svo vel og við tókum næsta skref og sátum þá hérna og spjöllum saman og hér er ákaflega rólegt og hérna getum við komist eiginlega í annan heim. Þú ert að vestan, en hvaðan var hún Þórey, konan? Þórey hún fædd í Hofsós sem tekið mánaða gömul af hjónunum Hólmfríði og Páli á Undhóli. Það hérna rétt norðan við og ólst þar upp og ég kom eftir 10 ára gamall hérna í Skagafjörðin og fór aldrei suður aftur. Aldrei fór í suður? Ég segi, ég var svo Vestfirðingarnir, ég hef stundum sagt það við fólk og aldrei fór í suður. En eins og einhver sagði hvað að gera þar? En þó að ég fór suður og var þar í 12 ár. Ég var lánað til vegagerðinni, ég var alltaf hjá vegagerðinni, en var lánað í Búrfell, í vegagerð inn í Glúfuleit og inn í Gæsafirði, þá átti að fara að virka þar. Já. Og hér Inga komið í hjónin. Já. Og þið gerir þennan sælureit sem að sést nú ekki kannski frá veginum, en þegar mann sagt frá þessu. En segðu mér alla þessa steina og þessar skeljar, hvaðan hafið þið fengið þetta? Já, þetta svo víða frá að ég getum ekki alveg sagt að við ferðustum voðalega mikið og áttum fleiri ár húsbíl, eða húsbíla, skiptum yfir og ég hef alltaf haft áhuga fyrir steinum og Þórey líka og hinn og þessu og hún safnaði líka, ekkert síður en ég og þetta bæði að austan og vestan og sunnan og mikið innan á hálendi því ég var svo mikið þar og þar fann ég svo mikið af steinum fyrir austan Vatnajökul, það var alveg gífurlega mikið og fallegt. Af hverju var þetta að svona glæsilegum garði? Hverju þakkar það? Ég þakka það samvinnu okkar hjónanna í þessu fyrir að hún var ekki síður, hún var ókvæðlega listræn í þessu ekki, og sérstaklega í öllu svona fínnu, en ég hafði þá þetta í mér allt þetta grófara og síðan stóðum við saman að sækja grjót
Og það þurfti að sækja það út í Höfða, fjöruna hjá Höfða og Lungkoti, það voru lengri steinar þar og mjóri og þetta var heljarmikil vinna, geysil vinna, með því að þá var ég byrjaður að byggja á Korpnum, sko. Og það var ofta ekki sofið mikið. Þér fellur nú ekki verk úr hendi, en segðu mig hver nýtur svo afrakstursins í dag? Já, barnabörnin kannski, þau koma hérna mikið og eru hérna. En það algjört ævintýra land að labba hérna um? Já, því að fólki hefur þótt það og ég held að það sé svona, já, þetta er fjölbreyttar að gera að hafa garðana nógu fjölbreyttar sem að verði ekki leiður á að hafa bara trjágróður. Það er ekki nóg, það þarf að vera mikið meira og þegar þið sjáuð, veturnar hef ég notað tímann til þess að gera þarna á verundina á norðan. Menn hafa kvartað yfir því að væri betra að læsa bílunum sínum því stýrin hafa korfið því það eru komin 99 stýri þetta á verundina. Átt þú einhverja sök á því? Ég sagði einum að hann lót ástúður en hann hlæja held ég sá hann að skildi læsa bílnum vel því að stýrin færi hafa korfið af bílunum þau voru hérna á verundinni.